Já, komið sæl. Ég ætla að ræða samstarf Norðurlandana nútímaveiðingu stærðfræðikennslu sem var á árunum 1960 til 1967 og ég byggi þennan fyrirlestur á skjölum sem varðveitt eru í Ríkisskjalasafninu í Stokkhólmi. Það var þannig að eftir heimsstyrjöldina síðari á árunum 1939-45 þá voru mörg samfélög í rústum og það var á þessum tíma mikill áhugi á að endurreisa samfélögin í breyttri mynd og sérstaklega tryggja aðgengi alls almennings að menntun. Áður hafði þetta kannski verið svolítið elítu möguleiki elítunar að komast til mennta og hvað varðaði stærðfræði þá skyldi reyna að gera allan almenning glæsan stærðfræði og meta mikilvægi sálfræði í stærðfræðimenntun, taka stærðfræði á öllum skólastigum til endurskoðunar og tryggja samfellu milli skólastiga og styðja efnahagslega uppbyggingu með menntun í stærðfræði og raungreinum. Það var haldin námstefna í Royaumont í Frakklandi árið 1959 í nóvember og hún stóð fram í desember. Þá komu saman forvígismenn margra hreyfinga sem spröttuð höfðu upp bæði í Bandaríkjunum og í Evrópu endurskoðun stærðfræðikennslu. Og það var OECD sem gekkst fyrir ráðstefnunni, námstefnunni og það var drifkrafturinn var efnahagsþróun aðildarlandana og kenningi var svo að aukin menntun á sviði raungreina og tækni stuðla að hagvexti. En svo voru þarna líka samankomnir stærðfræðingar í Frakklandi sem kenndi sig við Bourbaki og þeir unna því að rita alla stærðfræði á táknmáli sem var kennd við mengi. Áður var stærðfræðin með mismundi hætti rituð eftir því hvaðan grein stærðfræðinar var að ræða. Síðan var annar hópur stærðfræðikennara og uppeldisfræðinga sem aðhylltist sálfræðikenninga PSI og notkun áþreifanlegra kennslugagna í stærðfræðikennslu. Og niðurstaðan var sem sagt eiginlega að reyna að bræða saman þetta tvennt. Menn koma að þessari ráðstefnu svolítið upptendraðir og fulltrúar Norðurlanda, Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar sammæltust að taka upp samstarf. Finnland var ekki OECD og var þess vegna ekki á ráðstefnunni og Ísland átti heldur ekki fulltrúa þar. En það var stofnuð þessi nefnd sem den nordiska komiteen om modernisering av matematik undervisningen sem ég mun stytta með stöfunum NKMM. Hún var stofnuð árið 1960 í október og heyrði undir norræna menningarmálaráðuneytið og Finnar urðu með í því en Íslendingur var ekki boðin þáttaka í þessu. Og það var norræna menningarmálaráðuneytið og OECD sem studdu þetta starf fjárhagslega. Rökin fyrir nýrri stærðfræði var í skólum voru þau að kerfið væri staðnað. Það þyrfti að auka áherslu á skilning og minna á utanbókarlærdóm og rútínu. Mengi voru sameinandi þættir, bæði hugtök og rithátur og aðri þættir voru föll og rökfræði og námsþættir sem voru settir fram með frumsendum í rökföstu kerfi. Og síðan voru nýjir námsþættir eins og talnaritum með annarri grunntölun 10 til að styrkja stilninga á talnaritunni og svo kallaði klukkureikningar. Á Norðurlöndunum var ákveðið að semja sameiginlegt tilraunanámsefni og gangast fyrir tilraunakennslu og efni á 3 stigum sem sagt fyrir barnastigið frá 7 ára aldri, fyrir unglingastigið og fyrir menntaskólastigið.
og þá voru ekki komnir fram fjölbrautaskólar eða aðrar námsleiðir til háskóla nema menntaskólar. Það voru stofnaði vinnahópar með fulltrúum frá minnstakosti 3 löndum hver vinnahópur og þeir rituðu leiðbeinandi drög að efnisþáttum. Og þessi vinnahópar skilaði af sér á árinu 1961. Hvað var það 10. til 12. bekk? Þá má segja að megin áhugin og megin þungin átt að vera á þessu skeiði og markmiðið var að tengja betur saman námsefni menntaskóla og háskóla. Námsefni háskólana hefði þróast á eftirstríðsárunum og það var aukin áhersla á föll og svo komu líka fram nýja greinar svo sem líkindafræði, talningafræði og tölfræði. Og þetta var sem sagt flutt niður eða það voru ágrip af þessum nýju greinum í námsefni fyrir þetta skeið. Það var svolítið flóknara fyrir 7. til 9. bekk vegna þess að þar var verið að bræða saman eldra skólakerfi en menn rituðu sem sagt tvennskonar námsefni, tilraunir námsefni í algebru og svo rúmfræði. En það náðist ekki í sáttum algebruna. Danir gengu mun lengra en Svíar í að kanna hvaða hugtökur mengjafræði ásamt venslum og föllum hefðu áhrif á nám í reikningi og algebru. Og svo komu fram 2 útgáfur fram af rúmfræði, báðar voru á sænsku. Ítalegri útgáfan var þýdd á finnsku og norsku en svo styttri á íslensku. Þó að Íslendingar væri ekki með, þá fylgdust þeir með þessu og frétta af þessu og þetta var sem sagt þýtt. Það meðal nýmæla á þessu aldurskeiði var hnýtakerfið. Svo var það barnaefnið og það var náttúrulega ekki bara í þessum löndum heldur einnig til dæmis í Bandaríkjunum, þá var það frekar umdeilt og þá komu fljótt í ljós skiptar skoðanir og Danir fylgdu ströngustu reglum og ströngustu stefnunni mengjafræði. Íslendingar þýddu það efni, tilrauna efnið sem kennt var við Bungor fyrir 1. til 7. bekk en Finnar voru með í samninguna á því fyrir 1. og 2. bekk. Svíar sömdu eigin námsefni fyrir 1. til 3. bekk og þýddu svo bandarískt efni fyrir 4. til 7. bekk. En Norðmenn hættu við þáttöku í að semja efni, þýddu sænska efnið og bandaríska efnið til tilrauna en það varð ekki mjög útbreitt. Og raunar var þetta tilrauna efni hvergi útbreitt nema á Íslandi. Í bungarefni var lögð áhersla á mengjahugtök. Talnahugtæki var byggt upp með einkvæmri svörun milli hluta á bandi og kúlna og snúru. Milli hnúta áttu þetta að vera, hnúta á bandi og kúlna og snúru. Og röðin var byggð upp út frá hlutmengjum að mengi með einu staki var hlutmengi, mengi með 3 stökum og svo framvegis til að sýna að 3 væri stærri en 1. Það var líka áhersla að nefna frumsendu talnakerfisins, þannig að strax þegar börnum voru 7 ára fenguð að kynnast víxlreglu og tengireglu með myndum. Þau voru ekki læs, eða það var ekki bústöð að þau veri læs, en þetta var táknað með myndum. Til dæmis að 2 + 3 var sama 3 + 2. Þegar samstarfið skoða eftir á, þá sést að Danir og Svíar voru umsvifamestir í þessu samstarfi. En það má skynja af heimildum í skjölum að Dönum þóttu Svíar ráðríkir. Nefndin átti aðeins að gera tilraunir með takmarkaðan fjölda hópa en ekki að gefa út kennslubækur. En allir dönsku og flesti sænsku höfundarnir gáfu út eigin námsefni á eftir á en engir hinna norsku og finnsku. Í öllum löndum var verið að taka upp 9 ára grunnskóla og nýja stærðfræðin hafði allstaðar áhrif á námskrárgerð.
og Norðmenn voru lengi að vinna að þessu og á tímabili voru þau með stranglega nýja stærðfræði í námskránni en þegar upp var staðið þá náðist svona jafnvægi milli þess hefðbundna og nýju stærðfræðinar. Þetta tók langan tíma og skapaði gagnlegar umræður. Ísland var eins konar sértilvik vegna þess að Íslendingar voru ekki með en þeir kynntust þessu og fréttu af þessu og gerðu tilraun með sænska efni fyrir 1. til 7. bekk. Fyrst átti þetta vera fyrir fáa bekki, það voru 7 bekkir í Hvassaleitisskóla og í Laugarnesskóla en síðan fréttist af þessu og tilraunin var mjög viðfeðm og 40% árganga sem fæddu voru árunum 62-65 fengu þetta efni. Það reyndist ekki unnt að styðja kennara og kynna efni fyrir foreldrum og nemendur fengu ekki að fara með efni heim og tími gafst ekki til að semja námskrá, heldur var nýtt námsefni samið í flýti þegar séð var að þetta gekk ekki nógu vel. Samstarf Norðurlandana nútímavæðingu stærðfræðikennslu var mjög merkileg tilraun samvinnu þjóða. Smám saman fór hver þjóð sína leið. Skólastarf háð sögu, menningu og hefðum hvers lands og lítur stjórnkerfi þess. Vissulega fóru áhrif milli landana en engar sameiginlegar námsbækur voru gefnar út eftir að tilraunum lauk. Ísland var eina landi þar sem erlent tilraunaefni var þýtt til að verða námsefni fyrir öll landsins börn. Þegar innlega skal breytingar nauðsynlegt að allir séu samtaka á stefnu sömu átt. Kennari sem skapa sér traust, nemenda og hefur sterka sýn á námsefni getur kennt nemendu hvað sem hann eða hún hefur trú á. Og svo var Agnete Bungor. Við viðamikla breytingar eins og þegar nýja stærðfræðin var innleidd á Íslandi óhjákvæmilegt að efni lendi síðir í höndum kennara með reynslu sem mótast á annarri sýn og það sé tekið að breyta stefnu. Og það getur myndast upplausn ekki síst þegar lagðar hafa verið nýja reikniaðferðir sem kennarinn hafnar og foreldrar þekki ekki. Í upphafi var ætlunin að skapa meiri samfellu milli menntaskóla og háskóla, það tókst í meginatriðum. Tilraunir í 7. til 9. bekk tengdust breytingum úr aðgreindu skóla í eins grunnskóla fyrir alla. Þess vegna í raun og veru ekki hægt að segja mikið hversu gagnlegar þær tilraunir hafi verið vegna þess að þær tengdust mjög þessu breytingum á skólakerfin. Á Íslandi var til dæmis grunnskóli innleiddur 1975. Tilraunir í 1. til 7. bekk öllu miklu fjaðrafóki víða, sérstaklega kannski á Íslandi af því að það breytist svo mikið út. En þær sköpuðu líka jafnframt löngu tímabæra umræðu námsefni sem hefði staðnað í tilteknum aðferðum og viðfangsefnum. Það alls óvíst hvort tekist hafi að útskýra allar aðferðir til fulls eins og Agnete Bungor reyndi í sínum bókum. En það kviknaði umræða stærðfræði fyrir börn í heimi vaxandi tæknivæðingar. Og þessi nýbreytni kveikti frumkvæði kennara og hér á Íslandi voru kennarar sem tóku sig saman og hófu að skapa nýtt námsefni sem að síðan var tekið upp af menntamálayfirvöldum sem að heyrðu, það má segja að þessi starfsemi hafi heyrt undir skólarannsóknardeild sem var eins konar skólaþróunardeild og var mjög ráðandi á þessum árum á 8. áratugnum. Og upp úr því spratt nýtt námsefni sem var notað fram yfir aldamót. Og niðurstaðan kannski svo að þó að þessi mikla umræða og kannski óánægja hafi sprottið fram, þá spruttu líka fram gagnlegar umræður. Takk fyrir.